Komið sæl og blessuð, kæru loftmerki. Í þetta sinn ætla ég að biðja ykkur að hafa spurningu tiltaka áður en þið hlustið og spurningin þarf að vera opin og eða má vera eitthvað málefni. Eitthvað sem er ykkur efst í huga og svo sjáum við hvað spilin segja út frá því. Ég ætla að reyna að taka 2 merki saman í sama vídeónu að YouTube er með vesen með það hvað maður setja mörg vídeó inn á sólarhring og þá getur maður lent í að þurfa að bíða heila sólarhring áður en maður má setja kannski síðustu vídeóin inn. Þannig að með því að reyna að fækka þeim þá ætla ég að reyna að koma í veg fyrir það. Ég mögulega get. En við byrjum á vatnsberanum og reynum svo að taka tvíburan líka. Á eftir vatnsberanum þá ger ég bara pásu á milli. Við skulum bara demba okkur í þetta. Og kæri vatnsberi. Kjarni málsins í spurningunni þinni eða málefnum sem þú ert að hugsa kjarni málsins fyrir vatnsberann. Hér höfum við kjarna málsins. Hann er gríðarleg orka og getur varðað manneskju sem er svona orkumikil. Kjarni málsins er verkefni sem er að fara af stað eða er farið af stað og það þarf að gæta að því að klára verkefnið. Ekki skilja það eftir í lausu lofti með lausa enda. Hann er svolítið gjarn á það, þessi riddari. Það er vegna þess að hann er bara svo kraftmikill, hann ræður ekki alltaf við orkuna sem hann er með. Það er allavega eitthvað sem er að fara af stað með gríðarlegum krafti og mikil hreyfing og mikla breytingar. Það getur verið ferðalag sem stendur fyrir dyrum, það getur verið flutningar jafnvel og eitthvað sem svona þarf svolítið að drífa af stað. Það sem hjálpar í þessu máli það er að gæta fjármálunum, hafa hemil á þeim, eyða ekki efni fram, halda svolítið að sér höndum og byggja þannig hægt og rólega upp stöðuleika. Þannig að það er spurningum að beisla aðeins þessa gríðarlegu orku sem fer af stað hérna í byrjun. Það er allavega til bóta ef að það er hægt. Og vera ekki alveg á út opnu með allt og fara gætilega. Það sem hindrar málefnið eða getur staðið í vegi fyrir að hlutir gerist það getur verið ef ekki er vandað til verka. Það er mjög mikilvægt að vinna vel og eins og ég sagði áðan að klára, skilja ekki eftir lausa enda en líka að vanda sig á hverju stigi málsins. Ég sé ekki alveg hvað þetta er nákvæmlega en mér finnst þetta tengjast uppbyggingu og fjármálum, gæti varðað fyrirtæki eða atvinnu. Það er svona
það sem ég fæ hérna. Þannig að vanda sig og gefa hlutunum tíma til að dafna. Alveg svo þegar þú planta blómi og það besta sem þú gerir er bara að hafa umhverfið svona vænlegt. Það þýðir ekki fyrir því að toga plantuna upp. Hún vex ekki hraðar með því móti. Og bara, það er svolítið mikil vinna líka sem við verðum að tala um hérna. Þannig að ekki kasta til hendinni og ekki að slugsa. Vinna vel að málunum og byggja undir. Síðan er það sem er upp á borðum og það sem er vitað varðandi þetta. Ef þetta er ferðalag eða tengt ferð, einhvers konar ferð eða flutningum, þá er þetta spurning að velja, velja réttan ferðafélaga, velja réttan áfangastað og reyna svona að finna það sem hentar best, þannig að fólki líði vel. Það sem er hérna upp á borðum líka, það sem er vitað, er að einhvers staðar í þessu dæmi er sterk tenging á milli fólks. Og ef til vill er einhver hérna sem þarf að ákveða sig hvort að hann ætlar að vera með í þessum gríðarlega krafti sem er að fara af stað. Þessi kraftur getur lýst sér líka í ástríðum, miklum og heitum ástríðum. Það þarf ekki að vera í ástarsambandi, heldur líka getur verið ástríður varðandi til dæmis eitthvað áhugamál eða eitthvað sem viðkomandi hefur mikinn áhuga á. Þannig að það er svona sterk orka hérna það að þurfa að ákveða sig hvað maður vill gera. Það sem er undir niðri í þessu dæmi og er ef til vill falið, kæru vatnsberar, það er að þetta verður ekki unnið þrautalaust. Það verða einhverjir hnökrar á leiðinni, það verða svona stórir og smáir þröskuldar sem þarf að yfirstíga og það getur komið líka óvænt samkeppni inn í málið. Og það getur verið hvort sem við erum að tala samkeppni í vinnu eða samkeppni milli einstaklinga. En það er eitthvað sem er ekki endilega vitað enn sem komið er. Kemur kannski bara í ljós eða eitthvað sem að kannski þú eða fleiri finna fyrir en get ekki alveg sett puttan á það. Undanfarinn að þessu, það sem er búið að gerast, það eru gríðarlegar umbreytingar. Það hafa orðið mikla breytingar, gæti verið einhvers konar niðurbrot, eitthvað óvænt hefur komið í ljós sem að hefur slegið þig út af laginu. Og það er eitthvað sem er liðið, þannig að það þarf ekki að ágjur á því meir, en það var orðið mikla sviptingar með því. Og það er alveg pottþétt hérna fólk sem tengist þessu
sem að sýna á sig nýja hliðar sem að þú áttir ef til vill ekki von á. Þú ert að sjá eitthvað nýtt varðandi fólk sem að þú kannski hélst að þú þekktir. Þannig að eldingu hefur lostið niður einhvers staðar. En það í fortíðinni. Það sem gerist næst hins vegar. Það sem gerist næst gæti verið einhvers konar sáttaumleitan. Fyrirgefning, afsökunarbeiðni. Einhver sem kemur til þín og réttir fram sáttahönd. Gosin getur líka verið manneskja sem með svona byrjandi tilfinningar sem eiga eftir að vaxa og dafna ef til vill. Þetta eru svona ungæðislegar tilfinningar enn sem komið sem að gæti svo breyst. Þetta getur verið ung manneskja eða unglingur, barn jafnvel, sem að einhvern veginn tengist þessu málefni og kemur inn í orkuna núna á næstunni. Það það sem þarf að takast á við næst. Orkan allavega svona falleg, ljúf tilfinningaorka. Einhver gerir þér ef til vill smá tilboð eða þú biður einhvern annan að gera þér greiða eða gera eitthvað fyrir þig og svona tilbúin að þakka manneskjunni fyrir á einn eða annan hátt. Staðan á þér varðandi þetta málefni, því að einhvern veginn tengist þú þessu. Þú ert hér. Þú virðist standa á þröskuldi og ert tilbúin að fara inn í nýtt, byggja upp á ný, byrja á nýju verkefni. Taka við nýju búi, ef maður getur sagt svo. Byrja nýtt samband. Þetta getur líka verið allt varðandi fjármuni eins og flutningar í nýtt húsnæði, nýtt umhverfi. Ásinn byrjunin á einhverju. Þannig að þú virðist vera á byrjunarreit varðandi eitthvað hér sem bara góð staða að vera í, myndi ég segja. Ef einhver annar aðili, ef þú ert að spyrja aðra mannesku, þá kemur hún hérna í næsta spili. Nú ef það ekki manneskja, þá þetta bara umhverfið í kringum þetta málefni. Já, svolítið skemmtilegt. Af því að þú stendur hérna á nýjum skóm, skulum við segja. Ef það eru manneskju að ræða hér, þá hún nýbúin að ljúka einhverju ákveðnum hring. Að það áfanga náð og hringnum lokað og allir aðilar hérna, eða þessi manneskja tilbúin að bara fagna uppskerunni og taka síðan á við nýju verkefni. Og ef þetta ekki manneskja, þá þetta greinilega verkefni sem að væntanlega þú hefur verið að fást við, sem að nú lokið og hefur kannski hlotið þennan lokapunkt hér
með þessari umbreytingu í fortíðinni sem hefur valdið því að síðan að hlutirnir hafa þróast. En þetta er samt sem áður svona hring sem er lokað á jákvæðan hátt. Það er heiður og viðurkenning í þessu og veröldin, hún felur líka í sér ferðalög, þannig að það er ef til vill eitthvað slíkt sem er með því að klára þetta. En ef þetta er annar aðili, þá virðist því standa báðir á byrjunarreit. Bara á svona svolítið ólíkan hátt. Útkoman sem að vonast er eftir, útkoman sem þú vonast eftir að verði varðandi þetta málefni. Ok, það getur verið tvennt að ræða. Þú getur verið að vonast eftir því að það verði ekki tekið eftir þér. Að þú geti læðst í burtu og verið sigurvegari, en að þú þurfi kannski ekki endilega að, gera hreint fyrir þínum dyrum. Það er ákveðin svona forðunarárátta hérna, frestunarárátta, og ert að vonast til þess að þú getur sleppt því að standa frammi fyrir einhverju sem er að valda þér einhverju vanlíðan eða kvíða. Síðan getur þetta líka verið á þann veginn að þú ert að vonast eftir því að að það verði engin óheiðarleiki eða engin brögð verði í tafli varðandi það sem er verið að spyrja um. Þú ert að vonast til að bara verði heiðarleiki og að fólk horfist í augu og díli við samskiptin sín en verkefni sín á hreinskilinn og heiðarlegan hátt. Því það er óheiðarleiki í þessu spili. Líklega útkoman hins vegar, og hún þarf ekki endilega að vera svo sem þú ert að vonast eftir. Líklega útkoma hér er hún snýst það að vera hreinn og beinn. Hún snýst ákvarðanir sem eru teknar, upplýstar ákvarðanir, sem eru teknar með huganum, skulum við segja. Og hún gæti snúast að einhver aðili komi að málinu sem að hefur vit og menntun til að segja álit sitt. Þetta gæti verið einhvers konar lögfræðingur eða yfirmaður, ráðgjafi eða aðili sem hefur mikla þekkingu á hlutunum sem ræðir. En líklega útkoma er allavega svo að það verði allt upp á borðum og útkoman þessi er sterk. Þetta er kóngur. Þú nærð eiginlega ekki betri kannski útkomu en það í þessum hluta spilanna. Þessi kóngur er sterkur yfirmaður líka og þú kemst ekki upp með neitt múður þegar þú umgekkst þennan aðila. Þannig að til að kíkja aðeins yfir þetta, þá virðist hafa verið einhvers konar umbreyting eða niðurbrot í fortíðinni. Núna eru gríðarlega breytingar og hreyfingar í gangi og mikill kraftur og það þarf að velja hérna hvaða leið á að fara, taka ákvarðanir,
gæta fjármununum, búast við því að þetta verði svolítil vinna og það gæti jafnvel orðið hnökrar á leiðinni. Síðan þarf að fara svolítið varlega í kringum þennan tilfinningaríka gosa sem að hér er. Ef að þetta er einhvers konar tilboð sem kemur, þá þarf bara að svara því af einlægni. Því að þessi manneskja er einlæg, hún kann ekki annað. Þetta er svona barnslega einlægni. Og í kjölfarið virðist þú vera í þeim sporum að vilja hefja eitthvað að nýju. Hvort að takast á við nýtt umhverfi hérna, nýtt verkefni eða að vera í samstarfi við manneskju sem að stendur líka í upphafssporum. Og svo er það þessi óheiðarleiki hérna sem þarf að gæta sín á. Ef að hann er af þínum völdum, þá bara gott að vera meðvitaður hann. Og það er alltaf betra að koma heiðarlega fram. Ef hann er af völdum annara, þá sýnist mér að það muni ekki endilega hafa neitt að segja því að það er heiðarleikinn sem að mun að lokum ríkja hérna í útkomunni. Þá ætla ég að þakka þér fyrir, kæri Vasperi, og vona að þetta gangi vel. Og þá ætla ég að setja á pásu áður en að ég hleypi tvíburanum að. Ljós og kærleikur til þín. Komið sælir, kæri tvíburar. Þá komið ykkur og þið hafið spurningu í huga, opna spurningu, búist ekki við já eða nei svari, eða eitthvað málefni er kannski ykkur efst í huga og við sjáum hvað spilin segja. Fyrsta spili sem ég dreg hérna er kjarni málsins. Þar sem að þið eruð í raun og veru að spyrja Það virðist vera einhver endir, einhver manneskja hérna sem hefur tekið ákvörðun að yfirgefa svæðið. Yfirgefa núverandi ástand, það er eitthvað sem hentar ekki lengur, passar henni ekki af einhverjum ástæðum og hún snýr hérna baki og heldur á nýja slóðir að leita hamingjunar eða leita þeirri útkomu sem að hún er að vonast eftir. Þannig að einhvers konar endir er hérna í gangi tengdur spurningunni ykkar og við sjáum eitthvað meira hvað kemur. Það sem hjálpar í þessu máli það er það að hafa skýr og opin samskipti. Ef þetta er ákvörðun sem á eftir að taka, þá skiptir máli að skoða alla þætti vel, vera upplýstur og það sakar ekki heldur að svona kanna hluti sem ef það er eitthvað sem er að vefjast fyrir þér og vera vakandi fyrir því hver er að reyna að hafa samband við ykkur eða að tala við ykkur. Það gæti verið einhver sem að þið kannski vitið ekki eða einhver sem er að hugsa að hafa samband við ykkur en hefur ekki látið verða af því ennþá. Þannig að það sem hjálpar það eru góð samskipti. Það sem gæti hindrað í þessari stöðu og valdið því að hlutinni fari ekki alveg eins og þið viljið, það er ef að kasta þið til höndum. Það þarf að vinna þetta vel, það þarf að vanda sig og
jafnvel að fá einhverja fagmenn í þetta verk eða sem sagt, að allavega haga sér þá eins og fagmaður, gera allt eftir bestu samvisku. Því að ef að hlutirnir eru illa unnir þá geti að koma í bakið á fólki seinna. Það er það sem gæti hindrað í stöðunni. Það sem er upp á borðum og það sem að þú veist og jafnvel allir aðilar málsins vita. Það er hérna stöðugleiki og fjármál virðast vera í góðu lagi. Hér er fjölskylda sem að virðist hjálpast að og hver og einn á sinn sess. Þetta getur verið fjölskyldufyrirtæki og þetta er það sem er upp á borðum og er vitað. Þannig að ef til vill er þetta svona einhver ímynd út á við sem að þeir sem sjá málefnið eða spurninguna utanafrá sjá þetta. Og þetta sé samheldið fyrirtæki eða fjölskylda þarna sem að er fjárhagslega vel statt. Og já, allt svona virðist vera jákvætt. Það sem er undir niðri og er falið og kannski ekki allir sjá eða vita af. Það geti verið manneskja eða maður sem er svona tilfinningaríkur svolítið. Ráðagóður og tilbúin að hjálpa. Það getur líka verið að hann standi fyrir bara miklar tilfinningar. Þannig að undir niðri geta verið miklar tilfinningar á þess að þær séu komið nokkuð tímann upp á yfirborðið. Þannig að þetta er það sem er svona falið og er ekki upp á yfirborðinu. Undanfari þessa máls, það sem er búið að gerast, það virðist vera einhvers konar fögnuður og ef til vill búið að vera að halda upp á eitthvað, einhvern áfanga. Það er einhver áfangasigur hérna eða áfanganáð. Þetta getur verið kaup og sala á fasteign, þetta getur verið veisla af einhverju tagi. Þetta er það sem á undan er gengið. Þannig að eftir þennan áfanga virðist hafa verið tekin ákvörðun að breyta til hjá einhverjum aðilunum allavega. Það sem gerist næst varðandi málið, varðandi spurninguna. Það eru bara svona smávægilegir örðugleikar, getur verið byrjunarörðugleikar, getur verið samkeppni af einhverju tagi. Það þarf allavega eitthvað að takast á við verkefni sem eru að fara að koma inn. En líklega eru þau ekki af neinum stórum toga eða óyfirstíganleg. Bara sýna þolinmæði og forgangsraða. Þannig held ég að hlutirnir vinnist best. Einhvers staðar ert þú í þessu öllu saman. Og væntanlega kæri tvíburi, staðan á þér í málinu, hún er þannig að þér virðist ekkert líða allt of vel. Þú gæti verið að glíma með einhvers konar veikindi, sem við skulum vona sé ekki. Þetta gæti líka bara verið svona almenn vanlíðan. Þú
Þú getur verið að glíma við fjárhagsáhyggjur eða finnast þú vera út undan, finnast þú ekki vera partur af einhvers konar samfélagi sem að þið finnst þú að tilheyra. Svo getur þið hafa verið að upplifa einhverja mikla höfnun líka sem að hefur þessi áhrif á þig. Þetta spil stendur fyrir ýmiss konar skort. Við skulum sjá hvernig umhverfið er eða ef annan aðila er að ræða, ef þetta er manneskja. Það virðist vera að þú getur sótt þér hjálp frá umhverfinu eða frá hinni manneskjunni sem að kemur að þessu málefni. Því að það virðist vera nóg til þar, þeim megin. Þetta getur verið manneskja sem að er tilbúin að lána fé, jafnvel, eða útluta fé. Hún virðist eiga nóg fyrir sig, nóg til þess að geta gefið öðrum. Og hún getur líka bara verið tilbúin að veita hvers kyns hjálp. Það þarf ekki að vera fjárhagslegt. Þó hún sé hér á myndinni að útluta peningum. Þessi manneskja held ég að gæti orðið styrkur fyrir þig. Þetta getur verið stofnun líka, þarf ekki að vera manneskja. Allavega einhver stólpi hérna sem að þú mættir hafa í huga að leita til ef að líðanin er að bera þig ofurliði. Það er líka boðskapur í þessu spili að leita sér andlega aðstoðar. Það er að segja, það er hægt að fá hjálp, andlega hjálp, til að reyna að komast yfir þessa erfiðleika eða þennan hjalla. Og þú verður sjálfur að finna út úr því hvar hana er að finna. Hvort að það er hjá góðum vini, fjölskyldu, kirkju eða einhverju öðru. Hér er allavega hægt að sækja aðstoð og þessi aðili er réttlátur. Það er að segja að hann gerir ekki upp á milli og virðist vera bóngóður. Útkoman sem að vonast er eftir, sem að þú vonast eftir. Þú vonast eftir að loka hringnum, klára dæmið, hnýta alla lausa enda og þú vonast eftir í raun og veru að geta skilið svona eftir þig hreint borð og gengið svo að öðru hreinu borði í næsta verkefni sem þú tekur þig fyrir hendur. Þú vonast eftir einhvers konar fullkomnun. Þetta er fyrsta sem við segjum háspilið sem kemur hérna upp, sem táknar í raun og veru að þetta er allt þetta málefni sem þú ert að spyrja er svolítið mikið í þínum höndum akkurat núna. Það fer svolítið mikið eftir í hvernig þú bregst við, hvernig málin þróast. Það er misjafnt hvernig við förum í gegnum svona hluti. Stundum virðist bara að vera búið að verða leiðina fyrir okkur og stundum finnum við mjög sterkt fyrir því að einhver er með okkur og er að hjálpa. Og þá er ég að meina svona andlega. En á öðrum tímum virðist við þurfa að glíma svolítið við hlutina sjálf. Og það er svolítið þannig í þínu tilviki, kæri Vatnsberi. Nei, kæri Tvíburi, afsakið, ætlaði ég að segja.
síðasta spilið sem ég tek hérna er líkleg útkoma, ekki endilega útkoman sem þú ert að vonast eftir, sem að er mjög falleg, en líkleg útkoma hér er því miður einhvers konar vonbrigði. Það virðist ekki ætla að rætast það sem þú ert að vonast eftir, en allir svona ósigrar eru tímabundnir og það sem gildir er að snúa svolítið frá því sem er búið, snúa frá fortíðinni og horfa fram á veginn. Því að það bíða hérna 2 tómir bikarar sem að þú getur sjálfur eða sjálf haft þína hendi sem er með hvað þú vilt setja í þá. Þeir eru fljótir að fyllast ef að þú ákveður að fylla þá af einhverju jákvæðu og góðu. En leið og þú einblínir of mikið á tilfinningarnar og líðanina sem að er hér, fallin og búin, þá dregurðu sjálfa þig svolítið mikið niður í leiðinni. Þetta eru svona frekar, hvað ég að segja, ég vil ekki segja erfið spil, en þetta eru svona spil sem að þú þarft virkilega svolítið að taka á þínum innri styrk og nýta hann. Það virðist ekkert alltaf koma upp í hendurnar að þér, hvað þetta varðar. Og það verði einhverjir hnökrar á leiðinni. Hugsaðu vel sjálfa þig, kæri tvíburi, og gættu þess að setja þig í fyrsta sæti, hvað sem þú ert að gera, og nýttu þér þessa hjálp sem er hérna til staðar fyrir þig. Það er alltaf einhver ástæða fyrir því þegar hlutirnir fara ekki alveg á þann veg sem maður ætlar sér, og þá er eiginlega spurning svolítið að finna kannski út úr því svarið við því. Hjálpin sem þið stendur til boða hérna getur verið í formi kvennorku, konu eða einhvers konar líkamlegri vellíðan. Þetta gæti verið nudd, þetta gæti verið einhvers konar spa-meðferð, meðferð við streitu, það að gera vel við sig sem að þú hefur ekki verið nógu duglegur við, afslöppun, hvíld, góð næring og svona móðurleg umhyggja virðist vera hluti af þessari hjálp sem að þú þarft á að halda. Þannig að hafðu það í huga fyrir sjálfa þig. Og síðan langar mig að taka 1 spil hérna enn. Leið og þessi erfiði kafli er búinn eða klárast og þér tekst svolítið að vinna úr erfiðum tilfinningum og snúa þér til framtíðar með von í brjósti, þá munu hlutirnir fara að ganga. Þá munu óskir þínar rætast. Ég var að segja áðan að veröldin hérna væri fyrsta háspilið eða trompið. Síðan eru 2 hérna búin að bætast við. Og trompin er alltaf gríðarsterk, það er mikil orka, mikil jákvæð orka og keisarinjan og stjarnan eru nú engin slortromp sem að þú færð hérna að auki. Einhvers staðar segir enginn verður róparinn biskup. Þetta er eitthvað svona dæmi þar sem að þú, kæri tvíburi, þarft að gangi gegnum ákveðna erfiðleika, ákveðna raunir áður en þú getur farið að snúa þér að því að láta óskir þínar rætast, skulum við segja.
Ég vona að þetta gangi allt saman vel og ég óska þér alls hins besta. Kæri tvíburi, ljós og kærleikur til þín.